Það hefur náttúrulega orðið alveg ótrúlega uppbygging í vísindum við Háskóla Íslands og rannsóknarstarfsemi og stuðningi við rannsakendur. Við höfum sífellt verið að horfa til þess. Hvar getum við sótt fram og hvar getum við gert betur? Uppbygging rannsóknarinnviða og rannsóknarþjónustu gerir okkur kleift að sinna rannsóknum að meiri dýpt en áður. Það sem við höfum verið að sjá á síðustu árum auðvitað gríðarleg sókn á sviði menntarannsókna. Við höfum líka verið að stórefla samstarf við íslenskt menntakerfi, við fagfélög, hagaðilega og stjórnvöld. Þegar við lendum í krísum, samfélagslegum krísum eins og efnahagshruni, náttúruhamförum eða erum að fást við farsóttir, þá verðum við áþreifanlega vör við hversu miklu máli vísindin skipta. Jarðvísindin hafa verið mjög mikið í umræðinu undanfarin ár, eðlilega út af Reykjanesskaga og þar okkar heimsklassa vísindamenn að veita stjórnvöldum ráðgjöf og sú ráðgjöf byggir á uppbyggingu rannsókna undanfarna áratugi. Rannsóknir á Íslandi hafa áratugaskeið verið í fremstu röð á lýðheilsu, hvað varðar erfðafræði, hjarta- og æðaheilsu, öldrun, kvenheilsu. Þessar niðurstöður nýtast til forvarna og þær nýtast til lækninga. Og við finnum mikið traust. Það sjáum við meðal annars að því hversu vel okkar fræðifólki hefur gengið að fjármagna sína rannsóknir. Okkur hefur gengið mjög vel að ná í styrki, sérstaklega erlendis og líka innanlands. Þetta eykur getu okkar til að rannsaka mannleg samskipti og félagslegt umhverfi sem lykilatriði í að takast á við stærri og flóknar áskoranir framtíðarinnar. Þannig að styrkjasókn hefur aukist og á hugvísindasviði birtist þetta meðal annars í mikilli fjölgun öndvegisstyrkja frá Rannís en ekki síst alþjóðlegra styrkja og þessar myndir eru sem sagt 2 ERCF-verkefni. Í báðum þessum ERCF-verkefnum á hugvísindasviði þá notkun gervigreindar miðlæg. Gervigreindin leiðir til þess að það verða meiri ógnir á netinu og í þessum tölvuheimum og við höfum verið að bregðast við því með að byggja upp netöryggisnám hjá okkur og rannsóknir í netöryggi. Hugvísindin eru líka mikilvæg vegna þess að það eru kenndar ýmsar greinar sem liggja til grundvallar gagnrýnni hugsun til dæmis. Og það akkurat þar sem hugvísindin eru sterk. Þau eru sterk í því að skapa ákveðna sýn á samfélagi, hvort sem við lítum á íslenskt samfélag eða þá umbróta tíma sem eiga sér stað bara í heiminum almennt. Félagsvísindin gegna lykilhlutverki í baráttunni gegn upplýsingaóreiðu og loftslagsbreytingum sem eru meðal stærstu áskorana samtímans. Fjarkönnun svið sem hefur verið að eflast mjög mikið undanfarið og sérstaklega hefur breytt miklu í jarðvísindum og við sjáum það hvernig gervihnattamyndir hafa verið að nýtast mikið núna varðandi þessi eldgos á Reykjanesinu og við sjáum það líka bara í kastljósinu hjá jarðvísindafólkinu okkar þar sem að sýna mjög flóknar greiningar á mjög einfaldan hátt með flottum myndum sem koma úr gervihnöttum. Þetta hefur breytt mjög mikið bæði skilningi jarðvísindanna og ekki síður hvernig almenningur upplifir og skilur þessa atburði. Áhersla á miðlun og stöðugt samtal við íslenskt samfélag auðvitað líka grunnurinn í því sem við erum að gera alla daga og það gerist ekki hvað síst í gegnum líka það nám sem við skipuleggjum. Almenningur verður kannski ekki sérstaklega var við það að við erum að þjálfa fólk fyrir atvinnulífið. Við menntum starfsfólk bæði í einkageiran og í hinum opinbera geira til starfa í lífsnauðsynlegri starfsemi á Íslandi. Við erum að skipuleggja nám sem kemur til móts við þarfir íslensks samfélags. CCP á svæðinu og við fluttum tölvunarfræðina í næsta nágrenni við CCP til að reyna að búa til samlegð á milli CCP og nemendan okkar í tölvunarfræði og það hefur gengið afskaplega vel. Fræðafólk okkar hefur að sækja fram. Það mikið alþjóðlegt samstarf. Alþjóðleiki Háskóla Íslands hann birtist ekki hvað síst í því hversu margir nemendur af alþjóðlegum uppruna eru við Háskóla Íslands og þetta á ekki hvað síst við meistaranám og doktorsnám. 40% allra doktorsnám á Háskóla Íslands eru til dæmis með erlent ríkisfang. Fyrir rannsóknir og nám á sviði menntunar, íþrótta, heilsueflingar og velferðar þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli að við getum boðið nemendum okkar, starfsfólki og fræðafólki upp á framúrskarandi aðstöðu líkt og þá sem verður á sögu. Vísindagarðar eru brú á milli háskólasamfélagsins og atvinnulífsins og þar gefst nemendum tækifæri á að skapa og búa til eitthvað nýtt sem að leysir þær áskoranir sem að samfélagi stendur fram fyrir á hverjum tíma. Félagsvísindin hafa skilað árangri sem birtast meðal annars í bættri stöðu kvenna, hinsegin fólks og fólks með fötlun
og þar með betra samfélagi fyrir okkur öll. Við þurfum vísindi og að þjálfa ungt vísindafólk til þess að knýja nýsköpun áfram í landinu. Þar eru nokkur áherslusvið og ekki síst líftæknin sem hefur gengið mjög vel að byggja upp. Við erum með Alvotech á svæðinu, við erum með Decode á svæðinu og við erum með fullt af sprotafyrirtækjum á svæðinu sem eru í þessum geira og það hefur verið sagt að geirin svona hlutfallslega jafnvel stærri á Íslandi heldur en í Bandaríkjunum sem ansið merkilegt. Vísindin eru alltaf að þoka okkur nær betri lífsgæðum og lengra lífi.